Nýsköpunarmiðstöð Íslands býður þið velkomin á þessa örkynningu á drifkraftagreiningu. Drifkraftagreining getur verið mjög hagnýt aðferð í mörgum verkefnum. Þekktust hún við að greina hugsanlega framtíðarþróun við framkvæmd nýsköpunar, sérstaklega þegar verið að ræða róttæka nýsköpun sem kallar á stórvægilega breytingar og verulega áhættu. Aðferðin jafnframt notuð við þróun á nýrri vöru og þjónustu. Hún hins vegar þekktust sem ein af grundvallargreiningartækjum við gerð sviðsmynda, sem eru oftar en ekki gerðar sem undanfari stefnumótunar. Ógnandi samkeppni í dag kemur oftar en ekki vegna óvæntrar þróunar. Þessu hefur verið lýst með samlíkingum við ísjakann. 90% af honum hulinn sjónum okkar og drifkraftagreiningin styður stjórnendur við að greina hugsanlega framtíðarþróun. Efst í sjávarmálinu eru löður og öldur en neðst eru straumar sem ekki eru sýnilegir en hafa afgerandi áhrif á ferð ísjakans. Drifkraftar eru þeir kraftar eða áhrifavaldar sem taldir eru hafa veruleg áhrif á þróun umhverfisins. Ekki alltaf auðvelt að átta sig á þessum kröftum, en með því að líta í kringum sig og velta fyrir sér atburðum líðandi stundar hægt að leita orsaka atburðana og komast þannig á sporið. Hvað gerist? Hvers vegna gerist þetta? Hvað veldur þróuninni? Hvaða áhrif hefur þetta á samfélagið til lengri tíma? Markmið drifkraftagreiningarinnar að finna þá drifkrafta sem mynda mikilvægustu óvissu þættina í umhverfi fyrirtækisins. Þetta má til dæmis gera með því að raða þeim upp í tvíhliða töflu, þar sem annar ásinn lýsir óvissu, mest minnst, og hinn ásinn lýsir mikilvægi, verulegt eða óverulegt, en þessa töflu munum við líta nánar á næstu glæru. Drifkraftar þurfa að vera ólíkir og hafa andstætt sjónarhorn, þannig að hægt sé að teygja vel á þeim í sitt hvora áttina. Spurningin hvers vegna gerist þetta leiðir okkur að drifkraftinum, en við getum þurft að fara á nokkrar umferðir til að komast að kjarnanum. Sem dæmi má nefna frétt að mjólkursala til veitingastaða hafa aukist. Hvers vegna gerist það? Hugsanleg skýring að sala einhvers réttar á matseðlunum þar sem mjólk mikilvægt hráefni hafi aukist. Ein líkleg skýring að gestir veitingahússins drekki meira af kaffidrykkjum sem innihalda mikla mjólk. Hvers vegna gerist það? Tvær skýringar kom upp í hugan. Annars vegar hefur erlendum ferðamönnum fjölgað og hins vegar hafa Íslendingar kynnst þessum kaffidrykkjum erlendis og tileinkað sér neyslu þeirra. Við getum því sagt að aukin ferðalög séu drifkraftur sem eru áhrif á matarvenjur. Næsta spurning hvaða áhrif þetta hafi á mismunandi aðila. Fyrir mjólkurframleiðendur getur þetta þýtt að aðrir alþjóðlegir straumar, til dæmis áhugi á heimagerðum ostum, fari vaxandi. Fyrir innflytjendur getur þetta þýtt eftirspurn eftir fleiri tegundum af kaffi til að byrja með og þegar fram í sækir má sjá fyrir sér ýmsar aðrar breytingar í drykkjar og drykkjumenningunni. Loks spyrjum við hvaða afleiðingar þetta gæti haft fyrir okkur. Svarið fer að sjálfsögðu eftir því hvar við stöndum. Hægt að skoða þetta út frá sjónarhorni bóndans, mjólkurdreifingaraðila, veitingarmanns, innflytjenda og neytenda. Hér dæmi eyðublað sem hægt að nota við greiningu drifkrafta. Hægt að flokka drifkraftana sem tækifæri eða áskoranir. Setja stutta lýsingu eðli viðkomandi drifkrafts og móta aðgerðir til að nýta þá. Í lokin þarf síðan að móta heildstæða aðgerðaáætlun með hliðsjón af niðurstöðum.
Hafa ber hugfast að drifkraftagreining vandmeðfarin í framkvæmd. Frekari upplýsingar drifkraftagreiningu hægt að nálgast í útgefnu efni frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Árangursríkast þó að fá utanaðkomandi ráðgjafa til að aðstoða við framkvæmd flókinna verkefna á þessu sviði. Kynnið ykkur endilega efni á sviði stjórnunar og reksturs á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands www.nmi.is.